aðbúnaðan á Bjargi á Seltjarnarnesi? Jú, mikið rétt og hafði kjölfarið, ég tók hérna næturvætt á mánudag vegna, ég bara svona tilviljunar. Fyrir tilviljun þá fékk ég símtal frá gamalli góðri vinkonu sem að vinnur svona í þessum geira. Hún var þarna komin með einhverja ábyrgð í hendurnar sem hún réði ekkert við og var búin að vera þarna í 30 og okkar klukkstundir með viðvöru á þessu heimili. Hún bað mig að koma og taka við af sér en ég nú svona reynslu úr fyrnd af vinnum geðföllumum þannig að ég stökk til og hérna mér brá því að það var ekkert þarna eins og maður á að venjast og aðbúnaður mannanna var svona bara skelfilegur eiginlega má segja. Ég hafði svo samband við Grím eftir að vaktinni lauk og hérna sem að svo setur eitthvað ferli í gang. Er það ekki rétt skiljið mér? Já, ég veit að svo sem ekki hvort að ferlið fari í gang því að það er svo lítið eftirlit á Íslandi með stofnunum þar sem að fólk dvelur og sérstaklega fólk sem hvað jaðarsettast í samfélaginu og á þetta höfum við bent í mörg ár og árið 2021 var skipaði forsætisráðherra nefnd sem að var falið að skoða hvort það veri ástæða til þess að rannsaka aðbúnað fullorðina með fötlun og þroskahömlun og geðfötlun aftur í tímann og sú nefnd starfaði í 1 ár tæplega og skilaði af sér skýrslu þar sem að lagt var til beinlínis að það veri full ástæða til þess að setja á laggirnar rannsóknarnefnd á vegum þingsins til þess að skoða aðbúnaðinn aftur í tímann og aðbúnaðinn í nútímann. Og þá kannski það sem að þetta er gott að gera upp söguna og allt það, en nútíminn bara ekki í góðum málum og við höfum bara ekki staðið okkur vel. Þetta hópur sem að hefur verið bara algjörlega á jaðrinum og við höfum ekki mikið skipt okkur á hann. Við vonum greinilega bara svona alltaf eitthvað gerist, við vonandi bara verður þögn hérna þetta í svolítið tíma. En mögulegt að það séu fleiri svona heimili eða sem að þetta getur gengið á með svipuðu þarna? Ég ætla nú ekki að, ég veit... það margt svona sem enga? Já, það mjög margt. Það mjög margt sem við fáum mikið ábendingum. Það verið að beita nauðung og þvingun á Íslandi og oft verið að beita nauðung og þvingun á Íslandi og skerða mannréttindi vegna þess að aðbúnaðurinn svo lélegur. Það svo fáir starfsmenn í vinnunni og þú þeirra starfsfólkir í vinnunni í einhverja sólarhringa, 1 ángur vakt, þá alveg ljóst að það eitthvað sem undan lætur og þannig hefur þetta líka verið á deildunum, geðdeildunum. Og þetta byggir auðvitað á því að við eyðum tíma það sýnir líka bara hvernig Alþingi starfar. Það eitt alveg gríðarlegum tíma í að tala til dæmis núna veiðigjöld. Bókun 35 og alls konar mál. Ég ekkert að gera lítið úr einu málum, ég getur haft sína skoðun á þeim, en við eyðum mörg hundruð klukkutími í það. Velferðarnefnd var falið árið 2022 að forsætisráðherra að stofna að útbúa þessa rannsóknarnefnd, hvernig hún ætti að starfa. Það 2022. Og það voru mál sem voru mjög slæm. Það var bent á þau, það var talað um þau, það hefði komið upp á yfirborðið og þau voru víða. Var Bjarg í því? Bjarg búið að vera, Bjarg búið að vera, það náttúrulega bara umræðum Bjarg í mörg ár. Bjarg þetta sett á laggirnar á sínu tíma, hefði aldrei átt að vera sett á laggirnar með þeim hætti, sem sýnir raunni hvernig svona málefni þeirra, svona geðvandi og geðmeðferð, hún hefur oft verið svo agaleg. Þegar við horfum síðan aftur í tíma, kannski 50 ár eins og þarna, þá sjáum við bara hvernig farið með fólk. Þessi menn í dag hefðu aldrei farið inn á Bjarg. Þeir ungir menn, þeir farað inn. Og þeir þarna í svo árum skipti og áratugum skipti á herbergjasambýli, það sem rauninni það verður, það ekki verið að byggja þeirra líf. Nei, og það einmitt það sem kom fram í fréttinu og ég lærði þarna nóttina þegar ég las yfir svona þessar möppur sem lágu frammi að svona réttlætingin á starfseminni á Bjargi, hún virðist koma svolítið frá þessu að þeir hafa verið þarna svo lengi, þeir eru vanir því og þess vegna tekur því eiginlega ekki að breyta til. Já, í rauninni þá var það bara þannig að það var jafnvel mannréttindabrot að breyta, það var svo hræðilegt.
Þetta svo mikill stofnanaskaði sem að fólk verður fyrir við svona meðferð í svona lengi. Sko, batavonir minka, þetta svona aðbúnaður endalega. Já, þetta orðið, þú veist, þetta eru bara þessi menn sem að voru þannig upphafi, sko, eru bara fullorðnir og nokkri dánir, sko, og en það sem sko, það sem ég vildi segja síðan með þetta, sko, rannsóknarnefndin sem átti að fara, nú er þrjú árliðin, og hver einasta ári þá sendum við Öryrkjabandalagið og hver einasta fundi sem ég sit með þessum þingnefndum, þá lík ég bara máli mínu eins og Kató hinn gamli og segi, hvernig með rannsóknarnefndina, nú klárið þið það mál, af því að við erum, sko, við erum bara sumrin fari í það, við ræðum þetta. Við tölum svona þetta valla fólki bara í sumarfrí og nennir ekki svona hlusta á þetta. Börnin koma gjarnan fram á sumrin, skýrslur aðbúnað barna sem bara skelfilega tölur. Það kom rannsókn umboðsmaður skilaði skýrslu fyrra á 2 einkareknum heimilum þar sem börn eru geymd og sveitafélögin borga brúsann og þessar skýrslur þær bara komið svona, það tók enginn eftir þeim. Svo bara aftur núna kemur skýrsla frá barnaverndarstofu áhættu, hegðun og annað sem miklu, þetta bara svona upp og þetta allt saman bara, við erum að ræða veiðigjöld og við erum ekki að ræða það að taka þetta út. Við erum ekki að bera okkur saman við Danmörku sem að var að gera hér 10 ára plan í geðheilbrigðismálum. Í dag borga þeir 50% meira í geðheilbrigðismál og þá eru þeir búnir að byggja alla nýju spítalana og allt saman og búnir að breyta hugmyndafræði, búnir að mennta miklu fleiri. Ef þeir eru búin að gera plan núna, þar sem þeir ætla að borga eftir 10 ár, verða þeir að borga 35% meira í geðheilbrigðismál. Þetta verið að gera í Danmörku. Hér ekkert slíkt í gangi. Fjármálaáætlun leyndist hjá nýja spítalunum sem ekki ráð fyrir geðdeildinni. Það 2010, það búið og nú búið að vera að tala hann að hann hvergi í fjármálaáætlun en hann er ekki rekstur. Þetta reksturinn. Þetta er að tala rekstur. Þetta er að tala bara ég myndi svona kunna sko, maður velti fyrir sér einmitt sko, og þarna, þegar þetta gleymist svona af hálfins opinbera, þá verður til einhver svona vettvangur fyrir svona einkaaðila til þess að stíga inn í svona sem einhvers konar svona líknandi englar og taka yfir þessu erfiðu málum og þessu erfiðu þungu heimili og annað slíkt og það er það sem við kannski sjáum að hefur gerst þarna með mannvirðingu. Mannvirðing er þetta fyrirtæki í eigu Guðmund Sævar, veitur það ekki það? Guðmundsson allavega. Hann þú þekkir hans til hans, hann var látinn fara af réttargeðdeild eftir að uppkom skýrsla þar sem að kvarta var undan honum í vinnu en á einhverjum ástæðum eftir að það kemur upp og hann er látinn fara þá er hann einhvern veginn komin inn svona bakdyramegin en með fulltingi sama kerfisins og lét hann fara. Þannig að maður velti þessu svona fyrir sér af hverju er þetta svona? Já, ég vil nú ekki bara vera neitt að taka, ég vil ekki taka með persónur, þannig ræða persónur, sko. Þetta heimili samt, við verum að ræða. Já, það er, málið er, þetta snýst okkur sem samfélag. Við erum, eins og börnin sem er í mesta vandanum, það eru engarekin heimili sem er að sinna þeim. Og við vitum úttekt umboðsmanns var mjög dökk í fyrra. Úttekt umboðsmanns á geðdeildunum líka á sínu tíma þar sem að benti á lög væru brotin þar á hverjum degi, mannréttindi brotin og það eina sem við gerðum var að reyna að breyta lögunum þannig mætti brjóta svona fólki í staðins að kannski getum við gert eitthvað hérna í aðbúnaði, getum við eitthvað breytt hér til þess að fólki líði kannski betur, getum við er deildin í röngu húsnæði, eru nógu margir starfsmenn, er hugmyndafræðin sem við erum að nota, er hún gáfuleg, er eitthvað nýtt komið. Þetta er allt saman hlutir sem sitja á hakanum alltaf og þá verður niðurstaðan þessi að það koma einhverjir sem að leysa þetta fyrir eitthvað pening og sveitafélögin kaupa sér frá þessu og svo koma sveitafélögin hérna eins og Garðabær núna eitthvað að grænja við því að það verður að biðja að hækka útsvar en Garðabær rekur ekkert svona heimili Hafnarfjörður rekur ekkert svona heimili það rekur þetta enginn því að það er bara keypt af einhverjum öðrum
og það stendur í lögum hvað við eigum að gera og það stendur líka í lögum að við eigum að fara vel með fólk en við erum ekki að gera það. Sko skiljið þér rétt, Grímur, að þú sagðir áðan að börn sem eru á heimilum, ekki sínum eigin heimilum eða foreldra sínum eða sinni fjölskyldu, heldur séu á einhverjum svona heimilum þar sem að einkaaðilar sjá þau, að þau séu með verst útkomin í skólanum. Sko, það er náttúrulega börnin sem eru koma þarna, þau eru með sko mikinn vanda og eru miklu vanda og það er annað mál sko vanlíðan og já, mjög flókið þegar þú ert komin þennan stað og sum þessara barna kannski kosta samfélagið, það er 100 milljónir ári sem fer í þetta barn í gegnum þetta. Vandinn er að þetta eru heimili þar sem að vantar fagfólk, það vantar einhverja stefnu, en við erum bara ekki þar. Að því við eigum bara það svo, þegar við skoðar þessa innviðaskuld sem við eigum bara síðustu 10 ár, þá er innviðaskuldin við geðbatterið á Íslandi cirka 190 miljardar. Og þá erum við bara að tala til að jafna Norðurlöndin. Við vitum að það kostar meira að reka hluti á Íslandi, það eru svo fáir hérna. Þannig við ættum alltaf að vera borgaðins meira en Norðurlönd. Já, en ég meina við erum, það fer nú alveg ágætis summa í að reka þetta, ríki gerir þennan samning við þetta tiltekna fyrirtæki og ég meina sem að tekur fyrir það það hefur verið fjallað að þeir eru með öryggisvistun aðra sem að það er alveg ótrúlega dýr fyrir ríkið, ég held að það hafi verið 207 milljónir á ári sem að fer í að reka úrræði fyrir einn mann. Nú er þetta sama fyrirtæki komið með einstakling í öryggisvistun inn á Bjarg sem að einhvern veginn er líka skýtur skökku við og maður er svona Það er auðvitað, sko, ég ætla bara að segja það þegar umræðin Bjarg var hérna fyrir nokkrum árum að þá var einmitt verið að tala þetta sem við erum að tala herbyggjarsambýlið og það eins og þú lýstir hérna, þessi menn væru kannski bara það myndi bara skaða þá meira að flytja þá. Það væri rauninni svona svolítið afsökun en kannski líka að vera að reyna að gera eitthvað. Ég ætla ekki að leggja mat á það. Mér finnst það bara svo sorglegt að það hafi verið hérna í öll þessi ár. En þarna, þegar það gerist, þá datt engum í hug allan að það myndi koma þangað ungur maður. Já, tiltölulega ungur maður, bara inn í þetta. Þetta er ekki þannig staður. Hann getur ekki verið þannig og átti aldrei að vera þannig og ég trúi því varla að einhver hérna í kerfinu haldi að þetta sé bara eitthvað sem er í lagi. Því að það var að tala mjög skýrt það. Ástæðan fyrir þessu heimili var ekki lokað og svo þetta Seltjarnarnes sem bara gerir ekkert, sko, vill ekki reka þetta er þungt fyrir þá eitthvað svona, sem er alveg furðulegt að leyfa þessum sveitafélögum að komast upp með að vera sveitafélög. Þau get ekki séð þetta. En allavega, þetta er komið á þennan stað að þetta átti að loka þessu, að því er sleppt og síðan heyrir maður núna að þarna er maður sem bara ætti aldrei að fara, hann er það ungur sko, að því hinnir voru sko komin á þann aldur að þeir, eins og ég segði, margir þeirra bara hafa fallið frá og þetta er bara skelfilegt. Það er bara verður að segjast þess og er og mér finnst þetta svo sorglegt að hafa verið að hitta allt þetta fólk hérna einmitt í þinginu, benda þeim á þessa tölur, benda þeim á börnin, benda þeim á þessa nefnd sem átt að fara af stað, rannsóknarnefndina og hér sitjum við og við fáum svona frétt frá þér og það er bara tilviljun mæntanlega að þú ert þarna eins og ég las þessa frétt á einhverju nætuvært sem þú kemur bara á þarna annars hefði enginn talað um þetta. Einmitt. Og það er alltaf þetta, þú veist, það er enginn að sinna neinu eftirliti. Þú veist, nú getum við líka hvernig á treysta svona samfélagi? Já, það má segja það að ég hafi sinnt þessu eftirlitshlutverki sem að ríkið það má segja það af því að ég meina sko, svo er þetta alls konar svona kúltúr og vinnustæða menning sem að verður til þess að fólk einhvern veginn bara svona lætur alls konar hluti framhjá sér fara sem að mér þykir líka svolítið merkilegt af því að ég meina þarna er fullt af fólki sem kemur inn á þann stað á hverjum einasta degi enginn sagði neitt, sko. Nei, sko, mér finnst að ég var reistur og divaf þegar tókum Breiðavíkurmálið og líka Kumbarvog og Bjarg og fleiri og þá einhvern veginn ímyndaði maður sér það að þetta væri búin á utanum þetta svolítið. Þetta voru börnin og rauninni það sem er sorglegast er að þessi börn sem voru á öllum þessum stöðum, þarna svona telju að mörg af þeim eru núna inn á þessum
stofnunum. Já. Ef þau eru á lífi. Því að það er bara þannig. Við erum að búa þetta til svo massíft áfall hjá þessum börnum og þau hafa gengið í gegnum hörmungar væntanlega áður þau fara, flest og þannig að þá verður henni sagan, hún er miklu lengri en við einhvern veginn bara þegar einhver sem var einu sinni 17 ára, svo allt inn er hann 18 ára og þá bara hættu að pæla í því. Já, ég átti ekki við það endilega þegar þetta er börn heldur bara almennt. Er þessi kerfi svona hjá okkur að svona geti gengið? Ég held að þeir bara farið í það mál og tekka alls það sem mögulega kemur til greina þegar svona stór mál voru konur upp á yfirborðið. Svo er þetta ekki margir einstaklingar. Þeir eru þetta stór mál. Þetta voru mjög stór mál, ég er ekki að segja. Þetta eru mjög stór mál og mikið af þessu og þetta er mjög stórt mál og það eru staðir hérna víða sem eru, við erum með staði eins og Fellsend Donald. Ég er ekki að segja að Fellsendi sé neitt slæmt. Ég er bara að segja samt að hann er bara í burtu. Hann er þarna í einhver staðar. Svo eru menn sendir á kirkjubæklaustur og annað vegna þess að eru að drekka mikið og eru svolítið slitnir og er með einhverja geðrænan vanda og sendir hingað og þangað. Hver er að fylgjast með þessu? Hvernig er aðbúnaðurinn? Það er bara enginn. Það er bara þessi reka þetta, en það vantar þetta að við förum og segjum, heyrðu, við skulum taka geðheilbrigðismáli núna einu sinni, við skulum hætta að tala hluti sem að skipta alveg máli, en við skulum einbeita okkur að þessu, af því við erum með svo margt sem við skuldum þar og við erum að búa til mikinn vanda. Við erum líka að búa til ég, börn sem eru núna að klára sína vistir á þessum heimilum sem að þegar þau verða, því fólk ég man alveg hvernig mín aska var þú, hún hafi verið mjög oft slæm, ég man eftir því, ég veit hvað fólk talaði við mig, hvað sagði og hvað gerði og þegar þú 30 og varst kannski geymdur okkur stað þar sem að borga með þér 100 milljónum ári, en þú manst kannski ykkur hluti sem að, býtu, akkur kom enginn, akkur sagði enginn eitt. Og það er þetta sem er svo varhugavert að vera alltaf í þessari stöðu. Það verið svona stöður einhverju svona rannsóknarnefnda feeling bara inn í 23. öldina, Af því við einhvern veginn náum ekki að bara heyri, nú verðum við að gera eitthvað. Nú verðum við að setja þetta ekki, þú veist, eins og í kosningabaráttu hér var talað geðheilbrigðismál á hverjum degi. Svo horfum maður á fjármálaáætlun og það er bara niðurskurður á börn og að vera að setja eitthvað smá pening í það að byggja einhverja öryggisvistun. En það er ekki rekstur geðheilbrigðiskerfis. Það er bara til að búa til fleira og hvernig það er svo að reka það. Og hver ætlar að fjármagna það og hvert fara... Svo er ekki nóg að horfa bara á vandan það sem hann er vestur. Nei. Næstvesti vandinn getur verið mjög alvarlegur. Það er bara mjög margt sem þarf að skoða og við þurfum, svo kannski líka eitthvað, en þegar maður segja, heyrðu, nú tökum við línu hérna. Við ætlum að lína hér. Hvað ætlum við að gera? Hvernig getum við breytt þessu? Og ekki kannski að við getum ekki gert allt í einu, en við höfum bara vanrækt þetta svo í áratugi. Mér er svolítið merkilegt þetta sem hún segir að hér eru með barn og það er ríkið setur ykkur 100 milljónir í að reka það svona á einu ári. Nú á ég barn. Og veit að það kostar ekki 100 milljónir að reka hana og maður velti fyrir sér þú veist að því að þetta ég meina það er ekki eins og barnið fái mikið að sjá af þessum miklu fjármunum það fær kannski þú veist með því þjónustunni eða eitthvað og maður, þú veist eru þessir einkaaðilar eru þeir að greiða sér arð út úr þessu fyrirtæki hvert fara þessi peningar ef ekki viðhald og svona starfsfólk og stofnun? Ég held að þú getur ekki flesta þessu sé væntanlega rekið sem einhvers konar sjálfsegnar eða einhvers konar þannig stofnanir ef þú borgar ekki arð en ég ætla ekki að fara yfir peningamálin og hvort að fólk sé en það sem kemur fram, þú skoða bara það sem að umboðsmaður segir þá það vantar eftirlit það vantar skortir fagmennsku og þú veist, það vantar strúktúr þetta segir umboðsmaður í skýrslu í fyrra 2 heimili og það er ekki og svo er það líka að þú veist, ég ætla engum í rauninni illt af því fólki sem vinnu, ég held að fólki sem að það er bara margir sem er að reka svona, er að taka móti, er að gera sitt allra besta, það bara er enginn, þú farið engan í vinnu farið mikil í hugsjón og farið engan í vinnuna og er bara með einhverja stöðu þar sem að fólk kæri sig að vera þarna, þú veist, og það er vandinn, það er af því að þetta þetta sett svo langt niður og við erum svo lítið í nýjungum, geðheilbrigðisvísindin
Nú erum við með námskeið til dæmis sem við erum bara borga niður gríðarlega niðurgreiðslu á námskeiði raddir og skynjun. Af því að í gamla daga, ef þú skynjaði hluti, þú heyrði raddir og annað, þá varstu eiginlega bara orðin geðklofi bara svona. Svo var annað ofsóknar geðklofi eða geðklofi og þá varstu í rauninni lokaður og fékkst mikið lyfjum og þurftum að losa yfir raddirnar. Þetta getur verið flókið og getur verið mikill vandi, en við erum hér að það eru aðrar leiðir. Það er bara búið að vera pæli í þeim í mörg ár. Og við erum að koma hérna og erum að reyna að draga fagaðila til að mæta á námskeið sem við niðurgreiðum geðhjálp. Þetta er að bara sjá þetta og við bjóðum fólki líka og þetta eru sko 82 klukkutímar. Þetta er ekkert eitthvað svona námskeið í 5 mínútur. Það sem voru að læra að gera hluti á annan hátt og kannski draga úr átökum og ýmsu sem að gerast á geðdeildum. Og við fáum yfirleitt aldrei viðbrögð frá sérstaklega sko Landspítala fólki. En við fáum viðbrögð reyndar Reykjavík svona, við fáum talsverð viðbrögð þaðan og það er gott og þau koma og eru að reyna. En þetta sýnir rauninni, þetta er svona hugsjón, þetta er ný hugmyndafræði, önnur nálgun, manneskjulegri og í meiri sátt við mjög marga. Af því það er hægt að gera fleiri hluti en nota bara lyf. Lyfin hjálpa og þau hjálpa mörgum og þau eru nauðsynleg og lífsnauðsynleg, en það er átakapunktur í geðheilbrigðismálum þarna. Hann er oftar þarna, það sem er að neyða fólk til að gera eitthvað. Og þá er gott að hafa eitthvað alternatív, en það er bara ekki, þetta er dæmi það hvað er margt hérna sem að... En er ekki bugl alveg þétt settin alltaf? Jú, það held ég að sé bara mjög þétt stofnun langi biðlistar en biðlistar eftir hverju, þú veist hvaða meðferð, það er greiningur oft þetta, þú fær greiningu og hvað svo. Svo tekur skólinn við og hann vill alltaf greina þig kannski eitthvað meira en hvað svo, þú veist, hvað er að gera, hvaða úrræði eru að bjóða upp á. Og svo eldist fólkið og... Já. Og það er einmitt hætt við því að hafi það ekki sterkt bakland eða bara sterkar rödd sjálft einhvern veginn, að þá einhvern veginn svona dagar það uppi í innankerfis og það er einhvern veginn enginn sem grípur það, sko. Og það er þetta sem að mér fannst svo, bara svona sláandi. En getur það verið að heimilum eins og Bjargi og kannski öðrum að þar séu fólk sem eru jafnvel bara hættuleg? Vegna veikindar sinna? Sko já, við erum með þekkt bara mörg dæmi það að einstaklingar hafi beitt annað fólk ofbeldi. Það er aftur á móti spurningin hvað er það sem veldur ofbeldinu? Það er spurning og hún er svona, þú veist, er það þinn geðvandi eða er það þín jaðarsetning, sko? Þú veist, það er komin í rauninni þess að ég segi þetta er að því við förum alltaf í þessa hættu, þú veist, ofbeldi á Íslandi er að langflestir sem að beita ofbeldi á Íslandi þeir allan ekki dæmdir út frá því að þeir séu geðveikir. Það er bara fólki, það er alveg satt að segja maður í bláum sokkum barði mann, af því að við vitum ekki sko í rauninni grunninn hvaða kemur. Við vitum hins vegar það að þeir sem eru í geðvanda þeir eru 10 sinnum líklegri að verða fyrir ofbeldi. Heldur þeir sem eru ekki í geðvanda. Og það, þú veist, þetta er mýtur sem búið til með bíómyndum og fleiri kannski. Já, og þetta er mjög áhugavert að því og einmitt í þessu samhengi að það sé sko öryggisvistun á einstaklingi sem hefur ekki endilega geðrænan vanda metin sakhæfur og þar fram til göttunum en þótti tilefnum til þess að vista hann sem satt í sérstöku úrræði. Hann er settur inn á þetta heimili þar sem eru manneskjur með sko klíníska geðsjúkdóma og þetta er svona, þú veist, þessu er öllu grautað saman og líka einmitt af fagfólki og það er þetta sem að mér þótti svo óskiljanlegt. Af hverju í ósköpunum er verið að setja inn á heimili þessara manna og ég meina burtséð sko frá þessu augljósa broti á þeirra réttindum og friðhelgi þeirra heimilis sko að vera allt í einu komið með dæmdan glæpamann ágætismadur, ég segi það ekki og ég vil honum allt hið besta en það er ekki endilega þarna. Nei, það er sko við höfum keyrt geð sko
geðumræðan hefur svo mikið gengið út á að eitthvað gerist og einhver með einhverja greiningu, þá bara sagt frá því og það alltaf, og þá erum við ok. Nei, ég spurði það. Nei, ég veit að ég er ekki að tala um því, ég er að tala bara samfélagið og það setur þetta svona upp og þess vegna það fyrsta sem gert að fjölga öryggisrýmum og það alveg þannig, það við vitum það líka að fangelsi eru, það eru mjög margir í fangelsum og hann fari gegnum fangelsinu undanförnu sem ekki að vera í fangelsum og þetta þetta vandi og ég ætla ekki að gera lítið úr honum. Það þarf að leysa hann og gera það manneskjulega og fólk sem þarf að fá einhvers konar öryggisvistun þá þarf hún að vera manneskjuleg og þá þú veist, ef við förum og skoðum þetta, ég er nú búin að fara í nokkra skoðunarferðir nú síðustu ára að skoða geðdeildir í Danmörku meðal annars og Noregi. Í Danmörk tók bara sig til og tók þetta allt saman í nefið og byggði bara nýjar, bæði svona alvöru geðdeildir og svo líka öryggis- og réttageðdeildir. Í Hollandi alveg sérstakt system í kringum þetta og við erum bara við erum svo langt á eftir og við erum svo langt á eftir í allri nálgun með þetta. Því miður. Þegar þú segir þetta þá á sama tíma og nágranna þjóðurnar að vinna bara í þessum málum, bara að gera þetta gott, þá erum við þarna með fólk á bjargi sem kannski ætti aldrei að hafa verið þar Já. Nei, og það bara þannig. Þeir áttu, og það þetta eða hvað sem ekkert til að bjargi, heldur bara, En það eru líka, ég meina, bjargi eru líka sérstætt að því leiturum til að það svona samræmist ekki þeirri nálgun sem farin hér í heilbrigðismálum og þessari sjálfstæðu búsetu og annað, af því að þetta eru bara herbergi með engum salernum, þau eru fram á gangi og svo sameiginlegt rými niðri á fyrstu hæð. Og þetta, ég meina, þeir sjálfstæðu búsetukjarnar sem ég vann fyrir hérna hjá Reykjavíkurborg fyrir okkur 10 árum síðan meira, þá þeir voru þannig að þetta voru íbúðir og svo var bara ein húsvarðar íbúð þar sem starfsfólk var. Það eru þó nokkrar ennþá sem að verið að loka þeim hægt og rólega, en það ennþá íbúðasambýli hérna Reykjavík, herbergjasambýli sem að verið að reyna að loka en það tekur tíma og en þetta þetta bara óboðlegt með öllu. Já. En það allan brotið mannréttinda á þessu blessaða fólki. Já, ég segi allavega að það fullt tilefni til þess að skoða það og vandinn að það virðist bara enginn skoða það. Það virðist bara aldrei neitt, þú veist, það þetta rannsóknarnefnd sem átt að taka til starfa forsætisráðherra bað velferðarnefnd að fara í þetta mál og síðan eru liðin 3 ár. Og ég held að maður einhvers konar félagshyggja sem það tekið við, en ég sé það nú ekki alveg. Hún allan ekki farin í þetta. Nei, en við getum okkar litla vopni sem samstöðin, leggjum þessu lít. Já, við gerum það og það hægt að hafa samband við geðhjálp. Við gerum bara endilega. Starfsfólk og allir. Bara geta allir komið til okkar og það gott og ég bara þakka þið fyrir og ykkur fyrir að tala málefni okkar jaðarsettasta fólks. Herðu, þakka þér mikið vel fyrir komuna. Takk kærlega fyrir að taka móti mér. Hérna verða auglýsingar og síðan að þú sitja eftir. Jú, ég ætla að sitja eftir og tala við Önnu Láru Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar ákærur sem ekki voru gefnar út í málefnum þroskaskertrar konu. Þetta erfitt mál. Aftur eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar.